Árni, þetta var já, alls ekki það sem þið voru að vonast eftir í dag? Nei, við ætluðum í leik til þess að vinna hann en það gekk ekki eftir og ég held að betra liðið hafi unnið þennan fótboltaleik þegar höllur á botninn hvolft. En við erum bara mjög svekktir hvernig já, förum inn í fyrri hálfleikinn og förum inn í hálfleik 3-0 sem mjög erfitt móti þessu liði. Það kannski samt sagði ekki allt leikið, þeir fengu færi í fyrri hálfleik en það eiginlega svona þeir nýttu bara sín færi í fyrri hálfleik. Já, algjörlega, bara setur þetta ágætlega fram sko. Þeir voru betri í stórum momentum og náðu bara að skora meðan við náðum ekki að setja eitt á það í stöðunni 2-0. Það hefur gott að gera það en það kom ekki fyrir, því miður. Úrslitin í dag svona, já þeir eru núna 9 stigum frá öðru sætinu og 3 fyrir eftir, þannig að þetta er svona gott sem farið frá okkur. Við höldum bara áfram þangað til þetta er alveg búið en jú, þetta er orðið svolítið langsótt og HK við náum að klára sitt prógram, þannig við erum bara að reyna að klára þess að þeirra leiki og hafa gaman að því og vinna eins marga og við getum. Og svona þessi leikir hérna hvað fyrir 3, 4, 5 umferðum, 2-3 töpur röð sem að svona gera út þetta, eða ekki? Jú, getur hort á þetta tap og þessi 2 töp og en það held ég ekki hægt að pikka einhvern einn leik út, þetta er bara maður veit ekkert hvort maður hefði unnið leikina síðan eftir að við unnum 3 í röð, þannig þetta er bara, við erum búin alltaf mikið í jójólið í sumar og við þurfum að laga það fyrir næsta ári ef við ætlum að fylgja HK og fylgja upp og gera eitthvað í þessari deild, það er bara hannig. Þannig að þú ætlar áfram í Gróttu á næsta tímabili? Ég sé ekki neitt annað til fyrirstöðu. Takk hérlega.